Meirihluti vinstriflokkanna í borgarstjórn Reykjavíkur er tekinn við undir forystu Heiðu Bjargar Hilminsdóttur nýs borgarstjóra. Hröð húsnæðisuppbygging, fleiri leikskólapláss og ráðdeild í rekstri eru meðal forgangsmála þeirra. Það vantar traust í deilu kennara og sveitarfélaga, segir ríkissáttasemjari. Sveitarfélögin höfnuðu tillögu hans að lausn og í kjölfarið gengu margir kennarar út af vinnustöðum sínum og fjölmenntu á áhorfendapalla í Ráðhúsinu. Hamas-samtökin segjast hafa afhent rangt lík fyrir mistök. Ísraelsk stjórnvöld segja þetta ósvífið brot á vopnahlésamningnum. Leiðtogar Arabaríkja ræddu framtíð Gaza á fundi í dag. Efnahagslegur munur á austur- og vesturhluta Þýskalands útskýrir að hluta sterka stöðu harðlínu hægriflokksins AfD, segir stjórnmálafræðingur. Þingkosningar verða á sunnudaginn. Gott kvöld. Nýr meirihluti tók við í borgarstjórn Reykjavíkur í dag og Heiða Björg Hilmisdóttir, oddviti Samfylkingarinnar, settist í borgarstjórastólinn. Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, er í Ráðhúsinu. Já, oddvitar þessara 5 flokka sem eru Samfylking, Sósíalistaflokkur, Flokkur fólksins, Píratar og Vinstri græn kynntu meirihluta sáttmálan sinn í dag. Nú svo var líka kynnt hver sest í hvaða stól. En það eru í dag akkurat sléttar 2 vikur síðan Einar Þorsteinsson sleit fyrri meirihluta. Nú en Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti sósíalista, hún er núna forseti borgarstjórnar og Líf Magneuðdóttir, oddviti Vinstri grænna, hún er nýr formaður borgarráðs. Hvað ætlar nýji meirihlutin að leggja áherslu á? Já, það er nú ýmislegt, það er nú ekki hægt að segja sig samstarfssáttmáli sé einhver doðrantur, hann er heilar 3 síður, en það eru húsnæðismálin, nú og svo að halda áfram með borgarlínu, samkvæmt samgöngusáttmálanum og halda áfram að áætlunum gerð Sundabrautar, nú þá að bæta starfsaðstæður í leik- og grunnskólum, fjölga leikskólaplásum og opnunartími sundlauga verður lengdur helgar í sumar, nú svo að bæta þjónustu við aldraða í samvinnu við ríkið og skerpa á keðjuábyrgð. Nú á rekstrarhliðinni þá stefnar að því að forgangsraða í grunnþjónustu, sína ráðdeild í rekstri og halda betur utanum viðhald og rekstur eigna borgarinnar. En við skulum heyra hvað oddvitarnir sjálfir segja þessar áherslur. Við ætlum að hefja skipulagningu fjölbreyttara uppbyggingar á nýju landi fyrir alltaf 10.000 íbúðir í Úlfarsárdal í samstarfi við verkalýðshreyfinguna og óhagnaðardrifin félög. Og það verður hugað að fjölbreyttu búsetuformi. Við viljum líka leggja áherslu á ekki bara hvernig er byggt heldur, gæði og birtu í uppbyggingu. Og við ætlum að vinna gegn fátækt og ójöfnuði, meðal annars með áherslu á heimili á félagslegum forsendum. Markmið okkar er auðvitað að auka ferðatíðni strætó og bæta þjónustu við farþega. Við ætlum svolítið að taka utanum börn og ungmenni, við ætlum að taka utanum starfsfólkið okkar sem er á gólfinu. Það eru þá helst leikskólakennarar og grunnskólakennarar. Við ætlum að vinna fyrir Reykvíkinga, alla, og munum leggja okkur allar fram. Herri, já, og svo verður hún borgarstjóri og hún á afmæli í dag og ég krefst þess að þið syngja á eftir. Og þarna eru 5 flokkar að mynda meirihluta. Er ekki líklegt að þeir hafi allir þurft að gefa eftir til að ná saman? Já, allavega hafa aldrei fleiri flokka myndað meirihluta í Reykjavíkurborg. Hér er verið að setja eitthvað met, ef ekki Íslandsmet þá allavega Reykjavíkurmet. En eftir sem flokkan eru fleiri þá er nú kannski það að gefa eftir á fleiri sviðum. En við spurðum oddvitana einmitt út í þetta í dag.
Já, ég held að það þurfa allir að gefa eitthvað eftir en stjórnmál snúast samtal og ég í rauninni bara mjög ánægð með þennan sáttmála sem við höfum gert. Þetta snýst ekki að gefa eitthvað eftir, þetta snýst miklu frekar að ná sínu í gegn. Upplifðu ekki að við varum að gefa svo mikið eftir vegna þess að við erum ótrúlega lausnamiðar, við erum flinkar að finna út úr því hvernig við látum hlutina ganga vel saman og það sem er okkar styrkur og okkar svona akkeri að það er mikið sem sameinar okkur. Var samstaða skiptingu embætta? Þetta er auðvitað eitthvað sem við ræðum og við ræðum hvernig við getum nýtt kraft okkar sem best og eins og kom fram að þá er þetta allt mjög öflugar konur sem voru í þessu viðræðum þannig að við auðvitað bara ræddum okkur niður á niðurstöðu og erum ánægðir með þá niðurstöðu. Og svo eftir þennan blaðamannafund þá var haldinn borgarstjórnarfundur, ekki satt? Jú, það var auka fundur búið til hans í dag því að borgarstjórnarfundir náttúrulega að jafnaði haldnir á þriðjudögum og þessum fundi það var kosið ýmis embætti, það var náttúrulega borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og formaður borgarráðs. Nú svo færðust meirihlutavöld í öllum ráðum og nefndum úr höndum fyrri meirihluta til þess nýja. En við ræddum við Einar Þorsteinsson sem steig upp úr stóli borgarstjóra nú fyrr í dag. Það er eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi tekið 2 vikur að setja saman þetta plagg. Það er eiginlega ekkert í þessu. Kannski mesti tíminn hefur greinilega farið í það að ákveða hver átt að gera hvað. En það sem ég hef áhyggjur af er það að í þessu plaggi er ekki ein einasta áhersla hagræðingu í rekstri borgarinnar, bara útgjaldatillögur, enda er þetta vinstri meirihluti og það er áhyggjuefni fyrir borgarbúa. Já, og kennarar á hinum ýmsu skólastöðum fjölmenntu áhorfendapallana í borgarstjórnarsal í dag og lýstu þar yfir óánægju sinni með stöðu mála en samninganefnd sveitarfélagana hafnaði innanhústillögu ríkissáttasemjara fyrr í dag en kennarar höfðu áður samþykkt hana. Nú, en það er greinlegt að það er stórt verkefni sem býður nýs meirihluta í þessu stærsta sveitarfélagi landsins, þar sem starfa nú flestir kennarar. En við ræddum við nokkra kennara í dag. Þetta bara voru mikil vonbrigði og eiginlega bara áfall fyrir stéttina. Þannig að ég held að sé bara sorg. Það er alltaf mikið reiði, maður finnur það alveg í dag og þannig að aðgerðir munum bara aukast ef ekkert er gert. Við viljum að þessi staði við gefin samkomulag. Það er þetta númer 1, 2 og 3 og lífeyrisréttindi okkar voru skert og það verður að standa við það. Það er ekki að segja bara, nei það er ekki hægt núna, þeir eru búin að hafa nærri 10 ár til að gera þetta og verða bara hreinlega að klára það. Og verkföll í 5 framhaldsskólum og 1 tónlistarskóla hófust í morgun. Deila kennara, ríkis og sveitarfélaga er ennþá í hnút. Það vantar traust á milli aðila. Og það er auðvitað ekki ný saga og það tekur tíma að byggja upp traust og þess vegna verðum við bara að halda áfram að vinna og halda áfram að tala saman og finna leiðir fram á við. Engin plön er að leggja fram nýja tillögu af hálfu ríkissáttasemjara á næstunni en allt kennarasambandið gekk sameinað til kjaraviðræðna fyrir öll 3 skólastigin. Menntamálaráðherra sagði í morgun að verkföll framundan verði á ábyrgð sveitarfélagana en ekki kennarana. Hún segist ekki skilja að sveitarfélögin gangi ekki að sáttatillögu ríkissáttasemjara, það strandi ekki á ríkinu að semja. Ég bara skil ekki út af hverju sveitarfélögin eru ekki að stökkva þann vagn líka og klára þetta mál. Viðbrögð kennara voru hörð eftir tíðindin í hádeginu. Tillagan hafi innihaldið ákvæði sem sveitarfélögin hafi áður samþykkt í janúar. Eitt af því sem þau horfið til séu forsendaákvæði sem þau samþykktu í janúar og ræða svo prósentutölur sem að hafa verið upp á borði. Þannig að við erum bara mjög leið og þetta eru vond skilaboð. Linda, þú hefur verið hjá ríkissáttasemjara í dag. Hvers vegna var tillögu hans hafnað? Já, þetta er komið á svolítið skrítinn stað eins og þið sáu kannski rétt áðan en þetta snýst þetta virðismat, þetta hugtak virðismat sem snýst í stuttumáli það að metaða virði, störf kennara og jafna laun á milli markaða, opinbera og almenna markaðarins. Og það sem að kennarar hafa viljað er að hafa uppsagnar ákvæði í þá kjarasamningnum á 4 ára tímabili samningsins ef að þeim finnst ekki verið að efna þetta virðismat. Og það er líka eitt í þessu að það er náttúrulega
að Heiða Björg Hilmisdóttir, hún núna komin hún orðin nýr borgarstjóri, hún líka formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og spjótið svolítið á henni. Hún nefnilega vildi samþykkja þessa tillögu ríkissáttasemjara og það greinilega óeining meðal þeirra sem að stýra stærstu sveitarfélögum landsins. Við skulum heyra hans í Heiðu Björg í dag. Já, ég tilkynnti það á fundi í morgun að ég styð þessa tillögu. Ég tilkynnti það á fundi með öllum sveitarstjórum í morgun að ég styð þessa tillögu. En ekkert erfitt að taka við sem borgarstjóri stærsta sveitarfélagi landsins á tímum sem þessum? Jú, mér finnst eiginlega óháð í hvaða hlutverki ég væri að fara eða vera í. Mér finnst þetta bara erfiðir tímar. Heiða Björg Hilmisdóttir þarna og hún að taka við í skugga verkfalla, örugglega ekki öfundsvert, en það voru kennarar víða land sem að gengu út fyrr en ella úr vinnunni, báðu foreldra og forráðamenn að sækja börnin og ég hitti fólk fyrir utan leikskóla á Kópavogsbraut í Kópavoginum í dag. Við skulum aðeins sjá því. Það bara sorg hjá kennurum, það bara ekki hægt að segja annað Voruð þið svona vongóð? Já, í morgun þá vorum við svona, já, þetta að koma, nú tökum við þetta. En þetta var skellur, það bara ótt að segja það. Þetta náttúrulega bara erfið staða sem að kennarar eru í, en við náttúrulega stöndum með þeim, þannig að við reynum bara að koma hérna og sækja eins og þau að beðum. Mér finnst þetta voðalega leiðilegt, það skulle ekki vera hægt að ná sér saman að semja við kennara og óþolandi að það skulle alltaf þurfa að vera löng verkföll til þessi samið. Af því að mér finnst eiginlega leiðilegast hvað þetta endurspeglar leiðilegt viðhorf gagnvart börnum og gagnvart menntun. Forsætisráðherra Ísraels segir Hamas-samtökin sek svívirðilegt brot á vopnahlésamningnum. Hamas-samtökin segjast hafa afhent rangt lík fyrir mistök. Það voru engin fagnaðarlæti í þetta sinn í Ísrael, aðeins sorg, þegar Hamas-samtökin afhentu 4 lík. Maður á níræðisaldri, ung kona og 2 barnungir synir hennar. Ísraelsk stjórnvöld og Sameinuðu þjóðirnar fordæmdu Hamas fyrir að stilla líkistunum upp til sýnis. I can tell you that the Secretary General condemns the parading of bodies and displaying of coffins of the deceased hostages in this manner this morning, which is both abhorrent and appalling. Það jók svo enn á sorgina þegar í ljós kom að líkið af konunni ekki Shiri Bibas. המסע הכואב שלנו שנמשך כבר 16 חודשים עוד לא הסתיים. 7 לאוקטובר נמשך. אנחנו עדיין מחכים לשירי וחוששים לגורלה. שירי, אריאל וכפיר נחטפו בחיים על ידי ארגון טרור רצחני, והייתה זו אחריות ומחויבות מדינת ישראל להשיב אותם אלינו בחיים. I vow that I will not rest until the savages who executed our hostages are brought to justice. They do not deserve to walk this earth. Nothing will stop me. Nothing. Talsmaður Hamas segir samtökin hafa afhent rangt lík fyrir mistök. Líkinu af Shiri Bibas verði skilað og biður hitt líki tilbaka sem líklega af ónafngreindri palestínskri konu. Leiðtogar Arabaríkjanna ræddu framtíð Gaza í dag og ætla að leggja fram áætlun til höfuðs þeirri sem Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sett fram. Niðurstaða fundarins í dag ekki ljós en talið að Arabaríkin kynni sína áætlun á leiðtogafundi Arababandalagsins í byrjun mars. Finnska fyrirtækið Cinia hefur staðfest minni háttar skemmdir á sæstreng í Eystrasalti. Hann liggur á milli Finnlands og Þýskalands og þetta í 3. sinn á stuttum tíma sem hann skemmist. Skemmdirnar uppgötuðust á miðvikudag og rannsókn hófst í gær. Ekki liggur fyrir hvernig strengurinn skemmdist en samkvæmt finnskum stjórnvöldum hefur þetta ekki áhrif á gagnaflutninga. Ítrekaðar skemmdir á sæstrengjum í Eystrasalti urðu til þess að ríki Atlantshafsbandalagsins sendu í janúar skip, flugvélar, dróna og kafbáta til eftirlits og verndar viðkvæmum innviðum á hafsbotni. Atvinnuvegaráðherra segir ekki alla von úti hvað varðar loðnuveiði í ár og útilokar ekki frekari mælingar. Mælingar í janúar höfðu bent til þess að ekki yrði hægt að gefa út neinn kvóta í ár. En talið að góð loðnuvertíð geti gefið af sér allt að 40 milljarða í tekjur fyrir þjóðarbúið. Í leiðangri norðvestur af landinu í febrúar fundust fleiri torfur, svo Hafrannsóknarstofnun uppfærði loðnuráðgjöf sína í gær og leggur til veiðar upp á tæp 9.000 tonn. Ég hef þegar skrifað undir reglugerð, ég mun taka tillit til þess, en þetta er vonarvísir og það ekki algjörlega útséð
að það finnist meira, en það breytir því ekki eins og þú segir að þetta eru slæmar fréttir fyrir þjóðarbúið. Stendur til að leita frekar? Ég veit að útgerðin gerir sér vonir og hafa talað frekari leit og Hafrannsóknastofnun mun fara á stað ef það koma sterkar vísbendingar sem ég vona sannarlega gerist. Höfum einhverja vikur ennþá til að bregðast við. Kristilegir demókratar verða stærsti flokkurinn í Þýskalandi eftir þingkosningarnar á sunnudag samkvæmt könnun sem birt var í dag. Alternative für Deutschland, harðlínu flokkur til hægri, verður sá næststærsti. Hérna í bænum Köpenick í austurhluta Berlínar staðan allt önnur en á landsvísu í Þýskalandi. Hérna vinstriflokkurinn Die Linke í sterkri stöðu sem og harðlínu hægri flokkurinn Alternative für Deutschland. Og þetta á ekki bara við Köpenick, heldur líka Brandenburg og reyndar allan austurhluta Þýskalands. Umræðan málefni innflytjenda og nýlegar árásir í Þýskalandi hafa ýtt undir fylgi við AfD, en það ekki eina ástæðan. Það hefur verið efnahagslegur munur og munur á lífsgæðum í austri og vestri og þó hann hafi farið minnkandi frá samruna þessara tveggja landa, þá hann samt ennþá til staðar og sérstaklega tilfinningin að austur Þýskaland sé eftir á hún sérstaklega sterk og AfD gerir virkilega í því að reyna að ýta undir þessa tilfinningu, kalla sig flokk svona þeirra sem urðu eftir zurückgebliebene, þannig að þeir virkilega reyna með hræðslu áróðri að segja við erum flokkurinn sem stöndum fyrir þetta fólk. Die einzige Lösung ist, dass man auf friedlicher Ebene in wirtschaftliche Beziehungen kommt und Handel treibt und damit möglicherweise Kriege verhindert. Eine Partei, die Deutschland führen kann. Und das ist bestimmt nicht die AfD. En það sem við sjáum með AfD að þeir eru að fá svona stöðu venjulegs flokks innan samfélagsins. Það alltaf fleiri og fleiri skoðanakannanir sína, það alltaf fleiri sem sjá hann bara sem eins og hvern annan flokk. Og þetta kannski tveir svona þættir sem spila þar inn í. Þegar þessi flokkar koma á þing, þessir öfgahægri flokkar, þá senda þeir skilaboð til kjósenda sem hefði kannski sett spurningamerki við að kjósa svona flokk. Það eru aðri kjósendur að núti með sömu skoðanir og það í lagi að kjósa svona flokk. Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt kaup Landsbankans á tryggingafélaginu TM. Með kaupunum fylgir það skilyrði að Landsbankinn skuldbindur sig til að tryggja að sérstök kjör á tryggingum hjá TM verði ekki háð því að viðskiptavinir greiði laun sín inn á reikning hjá bankanum. Landsbankinn lagði kauptilboðið fram í mars, kaupverðið nemur rúmum 28 milljörðum króna, fjármálaeftirlitið samþykkti kaupin í september. Húnvetningar hafa árabil stefnt að yfirhalningu gamla félagsheimilisins á Hvammstanga. Sveitarstjórinn segir mikla tilhlökkun yfir endurbótunum en þó getur verið erfitt að kveðja áratuga gamla innanstokksmuni. Árið 1969 vígðu Húnvetningar glænýtt félagsheimili sitt við hátíðlega athöfn. Kristján Eldjárn forseti fékk höfðinglegar móttökur í húsinu sama ár og þar hafa í gegnum árin verið haldnar óteljandi veislur, böll, bíósýningar og aðrir viðburðir. Heimamenn byggðu húsið að mestu sjálfir og hafa til þess sterkar taugar. Viðhaldi hefur ekki verið sinnt í langan tíma og húsið hefur séð betri daga. Já, það búið að taka þökin, bæði þökin, það var skipt þau alveg síðasta sumar og í ár áform að taka húsið síðan að utan, þegar eins og við sjáum að þá það í mjög lélegu ásakomulagi. Viðgerðir á húsinu taka væntanlega nokkur ár en auk þeirra á að ráðast í umfangsmiklar endurbætur til að húsið þjóni betur breyttum þörfum samfélagsins. Áætlaður kostnaður 320 milljónir króna sem stór biti fyrir 1200 manna sveitarfélag. En við akkurat sjáum þetta sem tækifæri til þess að blása aftur líf í húsið og gera þetta svona að hálfgerðu hjarta í samfélaginu. Og í rauninni horfum við á þetta með sama hættu og horfum á íþróttamiðstöðina. Við förum þangað til þess að fara í sund og fara í ræktina eða badminton eða blak eða hvað það en hingað kæmum við til þess að fara í félagsstarf, njóta menningar og lista. Að ganga húsið núna hálfgert tímaferðalag. Í kjallaranum verið að koma upp nútímalegri aðstöðu fyrir FabLab, rafíþróttir og fleira en 7. og 8. áratugurinn enn allt kring á efri hæðunum. Hvað á að halda í og hvað í rauninni praktískt að halda í. Manni þykir vænt rauða teppið í forsalnum og panelvegginn sem að margir eiga myndir af sig við. Þannig
Það þarf að finna svona pínu jafnvægi í því hvað á að vera nýtt og hvað á að nýta áfram. Þá ætlum við að líta til veðurs. Vindur verður norðlægari í kvöld með rigningu eða slyddu fyrir austan en úrkomu lítið annars staðar. Vestlæg átt, kaldi eða stinningskaldi fyrir austan á morgun en annars hægari. Snjókoma eða rigning á norður- og austurlandi en annars úrkomu lítið. Hiti 0 til 7 stig yfir daginn, mildast syðst. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknu íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson færir okkur í kvöld. Ísland og Sviss eigast nú við í fyrsta leik liðana í þjóðadeild kvenna í fótbolta. Leikurinn í beinni útsendingu á RÚV 2. Karlalandsliðið í körfubolta hefur örlög sín í undankeppni EM í eigin höndum þrátt fyrir tap gegn Ungverjalandi í gær. Liðið mætir Tyrkjum á sunnudag. Bara ekkert hikandi og láta vaða á þetta. Og bæði Valur og Haukar eru í eldlínunni í 8 liða úrslitum Evrópubikars kvenna í handbolta helgina. Við erum ekki búin að gefast upp, það hálfleikur sko. Þegar þú ert komið þetta langt og þá ertu bara að mæta topp andstæðingum. Íþróttir eftir andartak. Og þá ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Meirihluti vinstri flokkana í borgarstjórn Reykjavíkur tekin við undir forystu Heiðu Bjargar Heilmiðsdóttur nýs borgarstjóra. Hröð húsnæðisuppbygging, fleiri leikskólapláss og ráðdeild í rekstri eru meðal forgangsmála þeirra. Það vantar traust í deilu kennara og sveitarfélaga, segir ríkissáttasemjari. Sveitarfélögin höfnuðu tillögu hans að lausn og í kjölfarið gengu margir kennarar út af vinnustöðum sínum og fjölmenntu á áhorfendapalla í Ráðhúsinu. Áfram kennarar! Áfram kennarar! Áfram kennarar! Áfram kennarar! Hamas samtökin segjast hafa afhent rangt lík fyrir mistök. Ísraelsk stjórnvöld segja þetta ósvífið brot á vopnahléssamningnum. Leiðtogar Arabaríkja ræddu framtíð Gaza á fundi í dag. Efnahagslegur munur á austur- og vesturhluta Þýskalands útskýrir að hluta sterka stöðu harðlínu hægri flokksins AfD, segir stjórnmálafræðingur. Þingkosningar verða á sunnudaginn. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar RÚV.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið, verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Þið eruð eitthvað hikandi þegar það ber fram. Já, við ekki alveg vissir ekki alveg hvað þetta heitir. Nei. Er þetta frétt? Fréttatengdur skemmtiþáttur þar sem keppendur spreyta sig á misalvarlegum spurningum sem sóttar í glóðvolgar fréttir og gamlar í bland. Gefið henni apskýtikaffi og það skýtur bara þið. Og að minnst það svo skrítverðin ég veit ekki einu svona hvernig hún á afmæli. Það er svo margir dagar sem koma til greina. Vikan með Gísla Marteini. Gísli Marteinn tekur á móti góðum gestum og fer með þeim yfir helstu atburði vikunnar í stjórnmálum, menningu og mannlífi. Konurnar vildu bara vera einar. Shakespeare og Hathaway. 4. þáttaröð breskra sakamálaþátta hið sérkennilega tvíeyki einkaspæjara Louis